Núna erum við að taka upp stutterma sloppa á Landspítalanum og við gerum það eftir fyrirmynd frá þeim stöðum erlendis sem hafa náð mestum árangri í sýkingavörnum. Þetta eru spítalar á Norðurlöndunum og Hollandi og Bretlandi. Og þetta gerum við til þess að gera handhreinsun auðveldari og alla umgengni við sjúklinga sem verður þá léttari og hreinni og við fækkum með þessu spítalasýkingum. Rannsóknir sýna að það svæði sem mengast mest eru mittisvæðið, langar ermar og vasar á vinnufatnaðinum. Bakteríur sem finnast á vinnufatnaðinum eru húðbakteríur frá starfsmanninu sjálfum, en einnig finnast bakteríur frá sjúklingum og þá eru bæði næmar og ónæmar bakteríur sem að finnast á vinnufatnaðinum. Starfsmenn í menguðu vinnufatnaði geta þannig borið bakteríur á milli sjúklinga og mengaður vinnufatnaður, hann gerir starfsmönnum erfitt að halda höndum sínum hreinum. Það er að segja að hann viðheldur mengun á höndum starfsmanna. Það er ekki eins og við ætlum að labba með skæri og klippa ermar af hvítu slopparum meðan starfsfólki er í þeim. Slopparnir eru saumaðir á saumastofu Landspítalans upp á tunguhálsinn og við byrjum að afhenda stutterma hvíta sloppa 1. nóvember í fattabúrum Landspítalans. Það tekur dálítinn tíma að stytta ermar á öllum hvítum sloppum, þannig að sennilega tekur þetta 2 mánuði. Þannig að áramótin ættu allir hvítir sloppar að vera orðin stutterma. Áhrif spítalasýkinga eru gríðarlega mikil og neikvæð, bæði á einstaka sjúklinga og líka á starfsemi spítalans í heild. Þannig að það skiptir miklu máli að við gerum allt sem við getum til þess að koma í veg fyrir spítalasýkingar. Þar með talið að fagna þessari nýjung núna sem eru stutterma slopparnir og það er í raun skylda okkar þegar við erum að sjá sjúklinga og erum í sjúklingavinnunni að vera í sjúkrahúsfötunum og nú erum að gera bara að drífa sig í nýju stutterma sloppana.